Komið þið sæl í helgispjall samstöðurinnar á þessum ágæta degi. Gestur minn að þessu sinni er Ása Helga Proppe Ragnarsdóttir. Vertu velkomin. Takk. Við höfum nú þekkst lengi, Ása. Já, við höfum þekkst óralengi. Já, svo sem ekki daglega. Nei. Eins og vill verða hjá uppteknu fólki. Við höfum þekkst síðan að ég var 17 ára. Já. Ég man þann tíma þegar þú komst inn í fjölskylduna. Já. Að það var mikið líf og fjör sem fylgdi þér. Ég er glaði lindmanneskja. Já, þetta var gaman. Já, það var gaman og þetta var yndislegu tími. Já. Þetta voru erfiði tímar hjá mömmu og okkur strákonum. Já. En svo bara fullorðnuðust allir og fóru að heimann og fóru að vinna fyrir sér. Já. En þetta var skemmtilegu tími. Já. Ég segi oft þegar við byggum á Tjarnastígnum, þegar kannski fátæktin var hvað mest, að það er bara einhver skemmtilegsti tími sem að lifa. Já, ég man alltaf eftir hádeginu, að því að ég var svo oft með ykkur þá, að þá var alltaf rónasteik, kjötfars á brauði og mammaðin vann í bakaríi, þannig að hún fekk alltaf ókeypis brauð með þeim, fullt af fransbrauði. Og það var maturinn ykkar í hádegi, alltaf hádegi eftir hádegi. Með kjötfars á brauði, báðu megin steikt og svo tómatsósa og sinnep. Já, áður þau skildu, þá var þetta sem sagt matur sem pappi eldaði handa okkur, ef hann þurfti elda. Já, ok. Svo tóku þið við því. Já, svo einhverju tímamótum, sennilega þegar hann var hefði orðið 8 áður. Nei, hann var 8 áður. Einhverju tímamótum, þá fóru við og heldum svona veislu. Fyrir hann? Nei, hann var farinn, í minningu hans. Já, bara í minningu hans, já. Já, þetta var indælis matur. Já, þetta er ennþá einstaka sinnum á mínu heimili. Já. En það er skal segja, hún vann í Braukir Jón Símonarsonar og þar sögðu þeir við hana þegar hún var að fara heim, taktu nú eitthvað handa strákonum. Já. Þannig að þeir sem sagt sögðu við hana bara hverjum degi, taktu nú eitthvað handa strákonum. Og það gerði hún. Já. Heyrðu, þetta var svona mjög skemmtileg tími. En snúum okkur nú að þér. Þú ert Reykvíkingur, eða ekki? Jú, ég er fædd í Reykjavík og fædd í Sigtúninu. Var þar fyrstu 7 árin. Og beint á móti Kúlinu hjá Ásmundi Sveinsinni. Já. Og var vinkona dóttur hans, Ásdísar, og þannig að ég hljóp hann upp og niður í Kúlinu alveg fyrstu 7 árin. Hann átti þá danska konu sem bakaði rosalega góður engifjörkökur sem við borðum mikið af, en hún passaði vel upp á sinn mann að við værum ekki að trufla Ásmund. Þannig að ég meni þegar voru strákar og fóru og þarna inn eftir og svo voru að príla eitthvað út í verkónum hans og svo kom hann og allir við að hlaupi burt og kallaði hann í okkur þetta var ljúfur maður. Já, við máttum bara gera þetta. Bara ekkert mál. Bara dásamlegur maður. Já. Svo fluttum við á Sporðagrunn þegar allir ég ekki 6-7 ára og bjuggum þar alla tíð síðan. Já. Og það var yndislegt að vera þar. Það var svona botlangi og við bara lékum okkur á götunni, krakkarnir í götunni. Í höfðingjaleik og brennibolta og svo á sleða á veturna og þetta var bara dýrlegu tími. Já, stór og fallegu húsi. Já. En mammaði var ekki Reykvíkingur? Nei, hún var á Skaganum. Var hann hét Níels, afi minn, og var svona útgerðarmaður þar, bjó alveg neðstir á Vesturgötunni. Þannig að við vorum alltaf á bryggjunni og bara hún í fjöru. Og hann var með nokkra kindur, það var alltaf merkilt, hann var með nokkra kindur, bara sér til ánægju. Já, það var afi minn líka í Hafnarfirði. Það var alltaf skemmtilegt. Já. Eitthvað, þetta var bara tíðin, tíðrandinn, fyrir lífinu. Og amma Margrét bakaði bara pönnukökur og bakaði pönnukökur, það var mjög gestkvæmt hjá þeim. Góða pönnukökur. Já, mjög góða pönnukökur. En ekki rétt, mamma hét Kristrún. Já, hún hét Kristrún og hún var húsmóðir. Faðir minn Ragnar Sigursson, gigtlæknir, Klapparstígnum.
Þau voru mjög ástríkir foreldrar. Ég var ferlega heppin bara. Já, ég trúi því. Já. Og ljúf og góð og ég á 2 bræður. Já. Þeir eru báðir sálfræðingar. Já. Andrés Ragnarsson og Sigurður Ragnarsson og þeir eru einnig mínir bestu vinir. Já. Og þar er ég heppin. Já. Já, þú ert milli þeirra í aldri. Já. Læknisjónir reiknuðu þetta allt saman út, sko. Er ekki rétt hjá mér að mamma reykti vindla? Jú, hún reykti mikið. Bæði smávindla og sígarettur og lagði kapal. Já. Á milli þessum hún bara stjanaði við okkur hinn og eldaði fyrir pappa. Já, ég er svona, í huganum svona myndaðinni með svona bakkatell og vindileik og svona. Já, hún reykti mikið vindla. Hún drakk aldrei. Nei, smakkaði ekki vín, en gerði þess með meira því að reykja og reykja vindla. Svolítið sérstak. Já. Var ekki þegar þessum tíma að kona reykja vindla bara? Já, það var bara mjög sérstakt. Já. Þetta var gott fólk. Já, þau voru bara yndisleg. Já. Það er bara hægt að segja það. Já. Og hlúðu að okkur en pössuðu samt alveg, þau voru alveg ströng, sko. Ég var skáti á líf og sál og ég fekk ekkert að fara á öll skátamótin. Það átti bara ég gat ekki að fara á sum en ekkert öll. Mér fannst það verulega óréttlátt stundum og skellti hurðum, en það gekk ekki neitt. Það var bara en það var bara til að sýna mér að maður gæti ekkert fengið allt í lífinu. En það var ekki að því að skorti peninga, heldur bara þetta var til að sína þetta var bara til að sína maður á ekkert að fá allt sem maður vill, og það er bara mjög góð regla. Já, það finnst mér. Sem ég fór með í uppbylda á drengjónum mínum. Já, hérna einu sinni þegar ég var að vinna á Eyrinni. Já. Þá voru við að vinna í hveiti, þannig að voru allir svona hvítir. En það var á föstudegi þegar við fengum útborgað. Já. Þá fórum við alltaf á Sælkeran í Hafnarstræti. Já, ok. Fá okkur hamborgara. Já. Og ég er þar að banda hamborgara. Svo kallaði Sigurjón. Þá sitja þarna eins svona, gengi upp nokkra tröppur í salnum. Og það sitja foreldrar þínir. Já, ok. Og voru að borða hamborgara, held ég. Já, örugglega. Já, og ég kom með töfildendili sæti hjá sér og þetta, ég man það alveg. Mér fannst þetta svo gaman þetta hátíð. Þá var ég ekkert að tala við hína strákana eitthvað, heldur bara að tala við allt annað fólk, allt aðra hluti. En ég glemur þess aldrei, sko. En það er bara þau, kannski bara kölluð í mig og báðum að setjast og þetta er eitthvað ég búin að muna alltaf sjá, sko. Þau voru líka, sko, þau tók alltaf vinumanns mjög vel. Og það var alltaf, á gamlarskvöld, þá var alveg opið hús, þá kom bara allir vinir allra. Það var bara alveg svakalega gaman alltaf. Og mamma var með hérna á 50-dagskvöldin, þá voru hún með kvöldvöku. Já. Og hún var bara ótrúleg kona. Pabbi vann náttúrulega mikið af því að hann læknir. En þau voru samhent og þau áttu aldrei bíl. Nei, mamma var samt með bílpróf. Pabbi bara ákvað það ætti bara allir að labba. Og maður ætti að gæta heilsunni og labba út allt. Þannig að ég var svo heppin að í næsta húsi bjó Broddi Jóhannesson, skólastjóri kennaraháskólans. Hann bauð mér alltaf með upp á öll fjöll. Og hérna hann bauð mér með Ymbu Brodda sem er æsku vinkona mín og er enn, og hún bauð mig með og þá fékk ég að fara í bíltúrana landið. Annars hefði ekki kynnst nægilega landinu, en hann var svona, hann var mjög sérstakur. Það var ekki búið til nesti, það var bara eitt svona seitt rúgbrauð með og eins mjög raskja. Og svo áttur að drekka vatn úr lindónu sem við fundum á húan. Þetta var samt rosalega gaman. Ég er alveg vissu það. Stundum kom Jóhannes Kjarval með. Já, og þeir voru góðu vinnir. Og hann var ekkert sérlega góðu börn, en við óttum alltaf að þegja í bílnum þegar hann var. En þegar hann var, stundum kallaði hann, Broddi, stoppa. Og Broddi stoppaði. Þá fór hann út í bílnum og var einhvað að skoða, þarna væri kannski einhvað listrænt til þess að mála. Og svo stundum stóð hann á höfði, bara alveg í nokkra mínútur, og við stelpuna bara stjarfar í aftursætinu, þorðum ekki að segja múk. Og svo kom hann inn, þá var hann búin að standa á höfði.
og svo heldum við áfram. Þetta var rosa skemmtileg. Já, hann var náttúrulega ekki venjulegu maður. Hann var það ekki? Nei. En hann var góður lífsmálar. Ég að segja það er eitthvað svona, úr þessu hafði komið allt saman, sko, sem hann stóð á. Já. Það er rétt. Já, hérna, ég kynntist náttúrulega Brodda sinni, voru samtímis á útvarpinu, hann skamma tíma sem ég var þar. Já. Já. Hann fín maður. Frábær maður. Já. Alveg frábær maður. Svo kom bara unglingsárin. Ég fór létt út úr þeim. Hérna ég var bara kátur unglingur í skátunum. Upp öll fjöll og fyrnindi því ég útivistarkona. Og svo verði ég 17 og þá náttúrulega breytist allt. Því að hérna, ég var náttúrulega hvað við strákum líka. En 17 ára þá kaupi ég mér Saab á svona bróðum mínum, nýjan og kassan, rauðan, sko. Ég man eftir honum. Já, og allt í innum var því svo svakalega vinsæl hjá strákunum. Ég hélt alltaf að það veri ég, Siggi. Nei. En það var ekki ég, það var bíllinn. En þú gekst nú út samt. Já, ég gekk nú samt þar sem ég ætlaði að segja, gekk út. Ég hitti Hafstein. Bróðinn. Já, bróðinn. Og hérna, og við fældum hug saman. Og úr þessu var það lítill drengur sem heitir Níels og núna 50 einhver ára. Já, fættur 68. Já. Og reiknaði nú. Algjör Gimsteinn. Já. Og hérna, og við áttum þennan litla dreng og svo náttúrulega giftum við okkur eins og maður gerir og bara, og hérna áttum síðan annan dreng sem heitir Trausti. Já. Fararstjóri og rekur sína eigin ferðarskristofu á samt konu sinni. 10.000 fett, þetta er Já. Og hinn Níels býr út á Tenerife, með nokkur fyrirtæki þar. Já. Þannig að það er nóg að gera hjá þessum drengjum mínum. Já. En Níels fór sko sömu leið og pappas. Já, hann gerði það. Hann fór í þjóninn og þeir unnu saman mörg ár og hafa alltaf verið mjög góðir vinnir og nánir. Og voru báðir svona verðlaunaðir þjónar. Já. Það voru engir meðalmenn. Nei, þeir voru það ekki og fengu stór velum fyrir alls konar kókteila sem ég ennþá býð til. Þeir eru góðir. Já. Níels bara vann eitthvað gullvölun í svona ungtjónakeppni. Já, það passar. Það í Norðurlöndum með Evrópu, ég man ekki hvort það. Nei, maður ekki heldur. Nei, en hann sem sagt kom heim með gullið hálsinn. Já, hann gerði þetta vel. Já. En þjón, sko, verið þjóta, náttúrulega getur það enginn út alla starfsæfina, þetta er svo slítandi. Nei, þau fari í bakinu, sko. Það er að halda á þessum þungu bökkum. Já, og öxlónum að vera með. Já. Þannig að hann fóð meira út í seinni árin að hérna bara reka sín einn veitingahús og hérna bari og annað. Já. Og þeir hafa sem sagt verið saman í þessu. Voru mikið saman í þessu. Já, þeir voru það. Já, en það er hérna, sko, en svo þú, hérna, það er einhver listamannaskitt hér, því þú ferði í hennan fræða leiklistaskóla Sál eða kannski eina upphafsmanneskjónum að hann. Já, ég hafði alltaf haft þann draum að verða leikona eins og svo margir og hérna og ég beið alltaf eftir að það var engin skóli. Nei. Og það bæði Þjóðleikhúsið og Iðn- og Höfðureykjaskóla en svo hættu þeir því og ég var alltaf að bíða eftir að kæmi í skóla svo kom enginn. Þannig að við vorum nokkur sem tókum okkur saman og stofnum bara skóla og rákum hann í alveg 3 ár og síðasta árið var nemendaleikhús og þá fórum við inn í síðasta árið í Leiklistarskóla Íslands. En við rákum hann í alveg 3 ár þennan skóla og það að reka skóla, það veist þú náttúrulega langbest hvað, það er mikið þroski að fara í gegnum það. Og hérna við skiptum með okkur verkum sem við voru að ráða kennara, aðrir voru að búa til stundaskrá og sjá kennslufræðina og aðrir sjá fjölmiðla og svo þurftum við að komast inn á fjárlög og ég var látin í það verkefni sko. Og þannig að ég var alltaf á miðvikudögum
áttu bókað hjá menntamálaráðherra að tala við hann og reyna að trúa okkur inn á fjárlög. Þannig ég á þessum tíma hitti 2 eða 3 menntamálaráðherra alveg á hverju miðvikudegi og ég alveg vissum að þeir hugsa, ó nei, kemur hún einu sinni en þeir hugsuðu það örugglega sko. Og með árangri? Með árangri, við fórum inn á fjárlög. Já. Og ég bæði var með Vilja Brekku og Magnús Torfi. Ég man að mér gekk erfilega með hann var svona stífur og svona aðeins og en það var ekki fyrir en ég man að ég var alveg að gefast upp og ég sérst krakkar ég nægi okkur ekki inn á fjárlög. Jú, þú gerur þetta bara Ása. Þannig að það sem ég pröfaði næst var ég sendi lag í lög unga fólksins til hans frá okkur í Sálurum og þetta var lagi ekkert svar, enginn tekur upp tólið, enginn talar við mig í dag og hann hafði bara frétt af þessu að ég hefði sendið þetta lag, einhver ábyggilega börnina sagt hann frá þessu því næst því ég kom þá sagði hann það var bara dálítið fyndið og telur mig bara unga fólkinu. Já, allir skrifa ekki undir hérna. Þannig að ég hef alltaf sagt að þetta lag var kannski bara til þess að við fórum þarna, ég veit það ekki. En þetta var töff. Og ég var þarna komin með seinna barni Trausta líka, þannig ég var með 2 börn. Það var ekki mikill svefn á næturnar því að þú varst að reka skólan og í skólanum allan daginn og svo þurftur að æfa og læra hlutverk á kvöldin og þannig að það var svona 4-5 tímar í svefn þessi ár en þetta voru svo skemmtilega ár og það var svo gaman og samhældnin ofsalega mikil hjá þessum bekka því að við bara urðum þéttir vinir. Við erum 11 hittumst ennþá fyrir mig í ferðalaginu sinna ári og svo hittumst við alltaf á gamlástag í hádeginu bara í Pálínu boði Viðar Eggertsson var í honum Sigurður Sigurjónsson og svo er nokkur náttúrulega sem eru ekki sama, eins frægir eins maður segir nei. og einu dáinn því miður og bara þetta flottur hópur. Við fórum í útskriftarferðalag til Júgóslavíu sem var þá og ég fór á undan með Hafsteini, við fórum bara að hvíla okkur eftir þetta á undan og svo átti ég að hitta þau í Júgóslavíu og þau allir að koma á hvernig tíma að morgni og ég bara komin á undan og ég býð allan daginn og þau kom ekkert. Engin farsíma náttúrulega? Engin farsíma og ekkert. Ekki tölvupóstur, ekkert? Nei. Og svo bara, ég held að vera klukkan 10 kvöldið, ég orðin frekar óróleg. Þá kemur skeyti og þetta fræga skeyti sem enni talaðum, það var svona. Erum í fangelsi, hafið ekki áhyggjur. Nei, alls ekki bara. Nei. Og svo komu þau loksins, þá hefðu verið sett í fangelsi af því að þau, þetta voru ferðaskrifstofan hafði gefið þeim rangar upplýsingar og þau þurftu einhverja vísa inn í öll lönd sem þau fóru með lest náttúrulega því við áttum engan pening. Alveg frá Kaupmannahöfn og alveg niður úr og 1 eða 2 lönd sem þau voru ekki með vísa inn í að því að þau sagt að þau þurfti ekki vísa en það þurfti og þannig að þau voru sett á bakvið að meðan þetta leystist. Já, erum í fangelsi, hafði ekki áhyggjur. Nei, alls ekki, sko. Hvernig er þetta það? Nei, svo komuðu náttúrulega á við áttum fínan tíma. Við hefum 50 ára afmæli núna á næsta ári og við ætlum til Parísar. Það var gott. Já. En þetta verður til þess sko að leiklistaskóli verður til aftur. Já, þetta bara... Það var áður leiklistaskóli í Þjóðleikhúsins eða eitthvað? Já, og leiklistaskóli Leikfélags Reykjavíkur. Já. Og Og svo þið? Já, svo við og svo verður leiklistaskóli Íslands. Já.
Pétur Einarsson, hann fyrsti skólastjórinn hjá og var Pétur með okkur. Einarsson? Var með okkur þetta síðasta ár sem við vorum. Og við vorum alveg með nemendaleikur og settum upp 2 sýningar í Lindabæ þetta síðasta ár. Og svo útskrifast maður bara og þá byrjar harkið. Og ég vann fyrstu 2 árin hjá Iðnó og 1 ár hjá Alþýðuleikhúsinu. Og svo þegar fór að minnka bara, maður fekk minna hlutverkum, þá fór ég að kenna leiklist og bara heillaðist að því, mér fannst það geysilega gaman. Hvar kendur þú? Ég kendi í grunnskólum, bara, það voru svona námskeið sem að þau fengu og þetta var bara einstaklega gaman, þakkláta því að þeim finnst gaman, en ég svo komst að því, ég hef búin að kenna í nokkur ár, að ég þyrfti kannski að hafa kennslufræðina líka. Þannig ég fór í kennaraháskólan og tók hann í 3 ár líklegast á þessum tíma og hélt svo áfram að kenna. Og eftir 3-4 ár þá var ég nei, mér langar að læra meira. Þannig ég fór út í mastersnám til Englands í Drama and Theatre Education og og lærði það. Og á þessum tíma var þá við erum ekki í EB, þannig að það kostaði alveg morðfjár að fara til Bretlands. 1,5 milljón á þessum tíma, þetta var á 2001-2002. Og ég átti ekkert þann pening. Þannig ég samdi við Rannís, eða ég sótt styrk. Ef þið veitir mér styrk, þá skal ég skrifa fyrir ykkur bók. Og þegar ég kom tilbaka þá náttúrulega vildu þeir fá bókina sína og ég skrifaði bók leiklist í kennslu, handbók fyrir kennara með Önnu Jeppesen sem frumkvöld í leiklist og skrifaði með henni og borgaði fyrir mig og það hefur verið kennslubók við skólan síðan. En ekki að stökk yfir heilt kafla í lífinu? Jú. Þú varst stundin okkar? Já. Það var áður en þú fyrir? Já, með hana 1982 til 85 ásamt Þorsteini Marelsinni, rithöfundi. Hvað sagði? 82 til 85, 3 ár. Það var mjög gaman, svo gaman að vinna með börnum sig. Það er bara dásamlegt. Þau eru svo gnistandi af ímyndunarafli og bara æðisleg. Við ákváðum eftir fyrsta árið þá ákváðum að láta börnin verða kynnar. Að við værum ekki sjálf í forgrunni, við værum hann á bakvið. Og það var flott og margir af þeim sem voru kynnar eru núna einu af okkar frægustu leikurum og einn var þjóðleikhússtjóri, Magnús Geir, hann var lengi kynnir hjá okkur. Þetta var rosa gaman. Magnús Geir var með eitthvað leikfélag eitthvað. Já, þegar hann var bara 10-12 ára eða eitthvað svoleiðis. Það hefur alltaf blundað í hann. Mjög snemma. Já, flottur gæi. Þannig að þetta er orðið miðaldra fólk sem var hjá þér í námi. Já, það er bara svoleiðis. En hvernig var það að vera svona þekkt manneskja? Það var allt í lagi fyrir mig, en ekki fyrir, við hlupum líka yfir að ég skildi eftir leiklistarskóla við ég og Hafsteinn, ég er náttúrulega bara þegar maður rekur leiklistarskóla þá þroskastu svo mikið að ég var bara allt önnur manneskja kannski. Við vorum ung þegar við giftum okkur og við bara ungt hjónaband og við náðum ekki að þroska okkur saman þannig við skildum fínn maður og en við bara náðum þess ekki og svo var ég bara ein í 2-3 ár með strákana og síðan kynntist ég seinni mannin mínum Karli, sem er ennþá, hann heitir Karl Gunnarsson yndislegu maður, ég var mjög heppinn þörungafræðingur hann er alveg jarðbundinn
á meðan ég flýg, þannig að við hæfum hvort öðru mjög vel. Ég dreg hann í að flýg með. Hann er vísindamaður. Já, hann er vísindamaður. Vann í Hafrannsóknastofnun. Já, er enn þar. Já, er enn þar, já. Ykkur gengur ekkert hægt að vinna. Nei, okkur gengur ekkert hægt að vinna. En förum í það betur á eftir. En hérna... Við vorum í stundin okkar. Já. Og hvert fórum við svo að það? Nei, ég segi svona vera orðið þekkt andlit. Já, það var það út af því sem ég ætla að segja að þetta var verra fyrir manni minn en mig. Því þegar við fórum út að borða, þá voru náttúrulega alltaf margir sem komið að borðinu, heyrðu, ég ætla aðeins að ræða hérna, heyrðu, vá, er þetta þú að það með stundin okkar? Og þannig að hann fekk ekki friðinn með mér, þannig að hann var feginn. En mér fannst þetta bara yndislegt og bara gott. Það finnir reynsla að unni í sjónvarpi. Já, þá var það. Alltaf þá vinnu sem er á bakvið þetta. Já. Það er ekki bara þetta sem að fólk sér núna hjá okkur. Þetta er alltaf einhver undirbúningur. Já, og það er bara hellingsundirbúningur. Þú ert að sjá líka atriði hjá fólki og þú ert að velja og það þarf að vera fjölbreytt og það þarf bara að vera gott. Já, og ekki endurtekningar og svona. Já. Var eitthvað brúða á ykkur? Nei, við vorum með Sigga Sigurjóns sem Elías og svo náttúrulega Þórður húsvörður, hann var annað með mér. Ég tók náttúrulega við að Bryndís í Skram. Það var erfitt, ekki af því að Bryndís er náttúrulega yndisleg og ljúf og dásamleg. En papparnir vildu endilega ég væri frekar í fleignu og ég fekk 2-3 svoleiðis bréf, gætur ekki aðeins verið í fleignu. Já, ég fekk svoleiðis. Það er hvað sem menn leifa sér. Leifðu sér, ég veit ekki. En ég var náttúrulega ekki bara þar. Ég var bara ekki þar, ég er svona frekar sporti týpa. Já. Þetta voru 3 ár. Já. En lékstu ekkert eftir þetta eitthvað? Nei, ég meina það var bara margar leikonur sem voru betri en ég. Já. Að mér finnst ég er ágætis leikona en bara var ekki, það er erfitt fyrir leikonur að koma af stað. Það er bara miklu minna hlutverkum fyrir konur eða stúlkur og það er bara svoleiðis, þetta er oft bara tilviljun að vera á þessum stað og þessum tíma og ég nefndi ekki að bíða að vera í harkinu. Ég þekki til leikonu sem er mikið yngri en við og er ekkit að leika, hefur leikið en hún segir bara að þetta er ekki nennisk. Ég get ekki. Endalaust eitthvað að reyna að fá eitthvað, biðja og bara ég get þetta ekki. Nei, ég er ekki heldur þar. Þannig að þú skilur það, þetta er svona erfitt sko. Já, þú bara, auðvitað reyndi maður að skapa sér vinnu sjálfur líka, við gerum það þannig í Alþýðuleikhúsinu, ég var þar í 1 ár og ég var í Vatnsberanum eftir Herdísi Egilsdóttur og við fórum á hvert krummaskuð ef maður getur sagt svo, hvert félagsheimili á landinu og það var alveg fjársjóður fyrir mig að því að eins og ég sagði þér þá átti pabbi ekki bíl og ég hafði aldrei farið á marga þessa staði og það sem var tekið á móti manni vel út all land með nallfórum og brauðtertum og bara dáns. Það er merkilegt að ég talaði við Hörð Torfason daginn. Já. Og þá var það þannig þegar hann var nú útskúfaður alveg. Já. En svo fyrsta fólki sem réðan til vinnu eftir þetta, það var vinafólk mitt seinna í Ólafsvík. Já. Og hann ber svo hlýjan hug þangað og til svo spurðist þetta út og þetta gekk vel hjá honum og þá var hann að leikstýra leikhúsum, leikfélugum víðum land það var fólkið á landsbyggðinni það var fyrr út af þessu að því að hann eins og væri einu hominu í Íslandi þá var það bara fólkið í dreifbýlinu þessum krummaskuðum, sjávarbyggðum sem að þótt þetta bara ekki tiltökumál. Nei, það er það ekkert. Nei. Það skipti bara engu máli. Nei, en samt var það þannig. Já, á þessum tíma var þetta alvarlegt mál. Já. Við munum alveg erfitt að lifa á þessu.
Svo þetta alveg indælis maður. Já, hann persónulegu vinur minn. Já. Ljúfur drengur. Já, það ekki margir áttaræði menn eins vel útlítandi og hann Hörður Torfason. Nei, það alveg hárrétt. Alveg, þrátt fyrir erfiðleikarnir sem hann þurfti að gangi í gegnum fyrir æfinni. Já. En þá núna lifir hann bara friðsömu lífi. Með sínu manni, já. Og skiljið. Já. Ég fór alltaf þegar hann var trúbadúr og náttúrulega bara flottur þegar hann var í Borgarleikhúsinu, ég fór alltaf hversinn því að hann var bara alveg fantagóður. Skilur eftir líka flott lög og fínar plötur. Og svona flottar rödd. Já. Nei, hann fín sko. En áhverju fór ég verið Hörður Torfason? Já, því við svona, maður fer út víða völl, það út frá því að þú varst að tala Ólarsvík. Já, krummaskuðun og sjávarflöðunar eða hvað það sko. Já, en auðvitað maður ekki að segja krummaskuð, þetta var bara dásamlegt að fara út all land að fá að leika í öllum félagsheimilum sem til á landinu. Nei. En þegar ég fer fyrst til Ólafsvíkur, þá engin malbyggu eða stift gata, það voru 3 ljósastörar. Já. Það rétt. Og bara raflínur bara milli staura. Já. En þetta var ekki lengur þá í Reykjavík. Nei. Og svo voru bara auglýsingar bara með tombo, hvað þetta? Tombol, nei. Það festa auglýsingar á teiknibólum. Já, ok. Á bara 3 ljósastöruna. Já, takk. Svo þegar komin nýr blár miði, þá voru allir að lása hann og... Já. Og þannig að þetta á þessum tíma voru þetta svona krummaskuð, það voru langt eftir okkur. Já, hérna. Akkurat. Til þess bara með þetta að við ekki með raflínur og símalínur í jörðinni sko. Já. Akkurat. Já. En ég hallmæl nú ekki þessu plássum. Nei, þau eru bara fín. Já, Ólafsvík fóstraði mig í mörg ár. Já, ég var alltaf upp á Skaga sko, að heimsækja afa og svoleiðis sko. Og svo ég sveit alveg frá 5 ára aldri bara 6 sumur í Jökulsárhlíð rétt við Egilsstaði. Ég heit Sleðbrjótssel og var þar ásamt 2 öðrum, Jóni Ársæli sjómannsmanni og Rúnari Guðmundsssyni leigubílstjóra. Við vorum mjög nánir vinir þarna. Og ég var send 5 ára ein í flugvél til Egilsstaða. Svo bara tekið á móti mér á vellinum. Heldur að þetta myndi gerast í dag? Nei, ég held ekki. Ekki aldrei. Það einhver að fljúga með þér. Já. Það ekki, ég held að. Og bara, það var bara dásamlegt að vera í sveitanna. Bara ljúft. Ég hefði ábyggilega gifst einhverjum bónda ef ég hefði ekki fengið heilaunubólgu síðasta árið hana. Og flutt bara til Reykjavíkur og reynda að koma í mig lífi. Mikið veik? Já, ég var 5 eða 6 daga bara meðutundalaus. Þá kom hann að flugur Björns Pálssonar og flutti mig. Mér hefði alltaf langað til að fara í hana en ég hefði ekki hugmyndum að ég fór í hana. Af því ég var svo veik. Og svo náði nú að ná mér til lífs. Og pabbi þorði aldrei að leyfa mér að fara aftur í sveitina. Nei. Veit ekki, enga dóttirinn og... Þú kunni vel við þar eða hvað? Já, þetta var alveg svakalega gaman. Það voru fjarskyldir ættingjar sem að ráku þetta bú og bara gaman í sveitinni. Maður var alveg að vinna, raka hei og sækja kýrnar og allt það. En það var líka frjálsræði, það var bara gott. En þetta ekki verið hugsar upp á heiði? Þetta ekki verið heiðabíli? Nei, ekki alveg. Nei, það voru nokkri bæir í kring. Jú. En samt bara eitt og sér. Maður borðaði mikið selkjöt og svo les. Þetta var fínt. Allt þetta mótar okkur einhvern veginn. Það gerir það. Það gerir það. Og svo fer ég í skátana beint af þessu áfram út í lífið. Og kenni núna á samt öðrum í háskólanum úti kennslunámskeið. Staðar tengda útimenntun. Ég er það kennt í kennarnámi? Já. Þú náttúrulega að vera með krakkana úti. Ekki vera alltaf með þá inn í skólastofu. Fara út og kenna þeim náttúruna og staðina sem í kring og annað. Ég er mjög heilluð af því. Já.
En ég kendi náttúrulega í 20 ár leiklist í Háskóla Íslands menntavísindasviði, áður kennara háskólanum 20-25 ára örugglega. Anna Jeppesen var frumkvöðul fyrst í að koma með leiklist inn í kennslu og notana í námsefninu sjálfu. Og hún byrjar og svo tek ég við þegar ég kem tilbaka, þá var hún að fara eftirlaun og tek við ásamt Kristínu Ólafsdóttur hennar leikonu. Ég kynnti þennan. Já, sem var Borginni og við störfuðum okkur ár saman og og síðan hættir hún og ég held bara áfram og þar til að ég var 70. Ég er ekki enn að kenna við þessa deild. Ég kenni við tómstutadeildina, bæði útikennsluna og lífsleikni og leiklist og annað. Og þá við Háskóla Íslands? Já. Ég bara, mér finnst gaman að kenna og meðan þeir vilja hafa mig þá er ég bara mjög glöð. Já. Nú komin yfir hennan venjulega aldursamt. Já. En það er, ég er bara... Þeir sem eru hoknir að reynslu í kennslu, þá að nota þá. Já. Það er... Já, það er líka þess að ég er nú líka komin. En ég get ekki slítið mig frá sig. Nei. Það var svo sumrin er ég í allan júnímánuð, þá er ég út í Viðey og er þar með skapandi námskeið fyrir krakka, 7-9 ára krakka, sem heitir Viðey Friðey og þau eru þannig í 3 vikur og hérna í 1 viku senn, 3 námskeið. Og er bara með skapandi, má ekki vera með síma en bara búa til þetta og búa til hitt og vera í útiveru. Og saman hvernig viður er og... Alveg sama, það skiptir engu bara. Er þeim ekki alveg saman þegar byrja? Skiptir engu, það er nefnilega þannig að börnum, þeim finnst bara gaman að leika sér og búa til og vera í fjörunni og læra listaverkinn og bara njóta. Já. Það segir þetta, yngri sonur minn Janus, ég fór ekkert þegar hann var í skóla, þá fór skólinn út í Viðey. Já. Og hann var svo hrifinn að þessu að við fórum 2 svari viðbútt held ég til að... Þetta er bara algjör perla Viðey, hún er bara allt og mikið lítið sótt. Það þarf að fara þarna oftar. Vorum að ímynda okkur hvernig byggðin hefði verið. Já. Það eru svona leifar af maður sér. Jú, þú sér það eru rústir. Það stendur ekki ennþá skólahúsið? Jú, það var endurbyggt. Reykjavík og við erum með aðstöðu þar. Og þar eru við, en það var endurbyggt af gamalli fyrirmynd svo það er alveg opbóðslega skemmtilegt og fallegt. Gaman að koma þar. Nú að því þú ert gamall sjómaður þá kenni ég þeim vermannaleiki. Þá hvað? Ég kenni krökkunum vermannaleiki sem að vermennirni fóru í gamla dag. Já. Og þau koma fulla þessu og koma heim og segja, á ég að kenna þér vermannaleik við foreldra sína. Gengu yfir all landi. Já, þeir gerðu það. Og ég segi þeim frá þessu öllu, þannig að þau fá fullt af fróðleik í leiðinni. Já, það er búið til leikur því, Það er búið til leikur... Já, og svo búið þau náttúrulega til sína einleikrit þarna. Og bæði út frá Milljónafélaginu sem var þarna og svo líka bara sín eigin sem að þau vilja skapa og þetta er alltaf voða gaman. Það var merkilegt nafn Milljónafélagið. Já. Þau átt að koma með 1 milljón inn, Svo var þetta bara í 7 ár og svo fór það á hausinn. Það er bara svoleiðis. Svo ég kem líka þarna út í Viðey með námskeiði sem ég með í ágúst með Jakobi Frímanni Þorsteinsinni, samkennara mínum. Við komum með öll sem að taka þátt í því námskeiði út í Viðey. Og seinast vorum við bara yfir heila nótt og vorum að upplifa eiguna og þau búið til verkefni og alls konar. Bara það á að nýta þetta. Viðey er flott. Ég gifti mig líka í næstu eyju þannig að Akurey, seinna brúðkaupið. Ég gifti mig í skautbúningi því ég giftist bróður þínum. Því ég giftist bróður þínum. Hafsteini, þá gifti ég mig í skautbúningi. En núna seinna skiptið, þá vildi ég ekki vera í kirkju.
og þannig að við giftum okkur út í Akurey í ljópapeysu og stígvélum og það var bara borgardómari og svo 2 svona vottar og annar þeirra var Diddi Fiðla og hann spilaði brúðamarsinn á fífil rosa skemmtilegt þetta var skemmtilegt brúðkaup og svo hafði borgardómarinn, við ætlum aldrei að fá borgardómari sem nefndi að fara hann út í Akurey á bát búin að hringi, ég veit ekki hvað marga en þessi sagði já en það var eitt skilyrði og við sem sagt þegar við erum búin að gifta okkur þá drápum við 100 brúðkaupsgesti og þá spyrir þú örugglega já, að því að við skilyrði frá borgardómanum var að fá lunda með sér heim það var 60.000 lundar sem voru þarna í eyjunni og þá var ekkert þá voru lundar bara og mikil fjölgun á þeim árum það var 1982 þannig að hann vildi fá bara borgað í lundum og það gerðum við háum nokkra lunda í 2-3 tíma á brúkustæðin okkar nýgift og færðum honum já og svo fórum við heim og allir til síns heima og við ætlum náttúrulega að fara út að borða hvernig eins og maður gerir og svo hafði ég verið boðin í eitthvað rosalega skemmtilegt partí hjá vinum okkar Ingvar og Lilju og ég segi við Kalla og hann var svo nýgiftur mér og ég segi, er ekki sama þá fáum okkur eitt drykk þar áður en fyrir út að borða jú, segir hann og svo við mætum við vorum náttúrulega búin að skipta föt vorum ekki í lopapeysuna því bara við mætum og þau opna dyrnar gott að þið komið og þá kemur hann maður og segir hvað eru þið að gera hér þá var þetta borgardómarinn og bjó upp og efstu hefði nú að boðin líka og allt komst upp og þannig að svona getur lífið verið tilviljanir og skemmtilegt þannig að við fórum eftir eitt drykk og fengum okkur að borða og höfðum þetta mjög gott Herði, nú langar maður að hlaupa yfir einn ætlið sko ég svo trösta, ég ætla að stökkva yfir þá en sko börnin þeirra eru aldeilis listræn þau eru það bara öll 4 þetta alveg mjög ólíkindu Trausti hann á Matthildi, það er yngri stúlkan hún er dálítið góð á fiðlu reyndar mjög góð og hún er núna út í Óbelin í fiðlunámi Óbelin í Ohio og er á 3. ári og eftir 1 ár og er bara út allt bæði að keppa og spila og er gaman að hlusta á hana ég verulega góð hinn dóttirinn er Tanja Líf Traustadóttir og hún er leikona hún er svolítið lík þér er hún ekki svolítið lík þér? Hún er svolítið lík mér, ég veit það en ég ætla að segja bæði í sinni og hinsi þetta er yndislega stelpur það eru það báðar en sko Tanja, hún fór út og menntaði sko hún lærði á Spáni þau náttúrulega bjuggu Trausti og Rún bjuggu á Tenerife í 12-14 ár 12 ár held ég og með barnabönnin mín þannig að ég þurfti alltaf að vera að fara til Tenerife á hverju ári ég átti barnabönn í Stokkólmi veit það þetta var erfitt ára en við reyndum ofta að gera einhver úr því ég kom óvænt og kom þeim á óvænt og svona alls konar sem við reyndum að gera ég þekki Tenerife vel út af þessu og svo á Níels 2 og það er Hafsteinn sem er aldrei að gera góða hluti hann er aldrei það er aldrei gaman að segja frá því að hann fór í hvað heitir þetta hann fór í Listaháskólann á Sviðshöfundabrautina og var búin að reyna við leikaran nokkur sinn og það gekk ekki það er alltaf sama vesinni að komast inn þar og svo hann fór þarna
og fann sig bara 1, 2 og 3 var á heimavelli og á öðru árinu þá eiga það að setja upp sýningu og hann setur upp Gunnlaugs sögu Ormstungu, bara rappsöngleik. Unglingur. Já, nefna bara ungu maður. Já, ungu maður. Já, og hann býður okkur náttúrulega að koma og sjá og þegar þetta var búið þetta var bara óbúslega flott verk. Já. Og þeir voru 2, Ólífur heiti félagið hans sem með og það bara kom fullt af fólki á þessa sýningu. Það er á meðal Magnús Geir þjóðleikhússtjóri og Gísli Örn og Vesturport Gæja og fleiri. Og þegar að sýningi var búin þá bara kom Gísli að máli við Hafstein og segi, heyrðu, getur nokkuð kannski hitt mig á fundi? og ég bara og hann Hafstein segi, já, það er bara morgun hérna. Já, og Gísli vissi greinilega alveg hvað var í gangi því að Gísli kemur til Hafstein og segir ég ætla að setja þetta upp. Það var ekki eins og búið ákveða það. Hann sagði, það væri mjög gaman að ég geti fengið að setja upp. Já. Og Hafstein sagði, það er ekkert svoleiðis í gangi. Og svo fyrir hann að fund með Magnús Geir og Magnús Geir spyr hvort hann geti keypt þetta verk og það var að sjálfsögðu fallt og það er núna í æfingu og Gísli Örn að setja það upp. Og mun að leika sjálfur í þessu? Nei, hann er bara að fylgjast með og hann er bara að læra því að hann er náttúrulega nýútskrifaður. Hann er höfundur. Hann er höfundur af verkinu og hann semur alla tónlistina og hún er skemmtileg og þetta verður rosalega gaman held ég og þetta er frumsýnt 24. janúar og síðan kom Magnús Geir að máli við hann og líka Ólífer náttúrulega sjálfsögðu þau eru saman í þessu og bað þá að semja annað verk næstu 2 árin og þeir eru í því núna. Og það annan söngleik. Hvernig verkað er? Nei, þeir fá bara að ráða því. Bara gjöra svo vel. Silfu fati. Flott hjá Magnús Geir. Fannst mér. En hann var bara úlingur þegar hann með náttúrulega mjög góður harmoníkuleikari. Já, hann getur alveg spila á harmoníku og svo er hann bara með flott eyra fyrir tónlist. Já, að ég náttúrulega ekki dómbar ég segi mjög góður, ég held það bara þessi góður harmoníkuleikari og hann með þess að var ekki úlingu að vinna sem jólasveinn. Jú, hann vann mörg ár sem jólasveinn sem unglingur og svo er hann allir í hljómsveitinni Kebabi Boys. Þeir eru 2 og eru mjög skemmtilegir að mér fyrst að hann gerir margt hann er frjór hann Hafsteinn en það má ekki gleyma Kamilu Ásu við erum bara, þetta kemur allt saman hún er í menntaskóla og er á síðasta ári í Kvennó hún eina Ásan hún er eina Ásan, já Kamil Ása, hún er hvað þá hún er á síðasta ári í Mentó og er þar náttúrulega var valinn í leikhópinn núna og veit ekkert hvað hún gerir en hún ætlar ekki að fara á listabrautina hún ætlar í réttarsálfræði búin að tilkynna mér það og verður og búin að ákveða það fyrir 3, 4, 5 árum Veistu hvers vegna? Nei, hún sagðist bara af áhuga því ég spurði og les mikið í tengsli með þetta og er að bara afla sér þekkingar bara að tala við sálfræðingarna bræðu mína og er bara á þeirri línu. Ég er fegin því að það að vera í listageiranum er alltaf hark. En það er líka gefandi og skemmtilegt og gaman. Fólk er ekki gaman að vinnunni sem er að vinna. Ekki leiðast að fara í vinnuna. Nei. Það er nú stóra máli. En ég var að segja aðeins frá Tönju, hún er núna leik í bíómynd sem heitir Ótti sem var sýnd núna. Já.
og hérna ég var að sjá... Það búið að taka hann upp, eða ekki? Það byrjað að sína hann, eða ekki? Já, það var sínd núna, ég held sér bara forsýning, ég veit ekki hvenar frumsýningin er. En hérna... En sýningum úti, er það ekki rétt? Jú, það er sýningar úti og svo koma þeir hingað eitthvað svolítið, eitthvað mjög svona... Já, setna hingað. Já, eitthvað svolítið. Er þú búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Og hvernig var Tanja? Já, þetta var gaman. Þetta var fólk úr kvikmyndaskólanum sem stendur að myndinni. Og það var metnaður í þessu og handritið var þannig að það var áhrifaríkt þegar maður kom heim og var maður að hugsa og það er alltaf gott. Já. Tanja stóð svo vel. Það sé ekki bara gleymt. Nei, sé ekki alveg. Sækir úrspunna, ég fatt ekki. Nei, ekki svoleiðis. Já. Þannig að það var gaman að myndinni. Já, en hún er nú að gera eitthvað meira líka. Hún er með veisluþjónustu. Já, hún er með veisluþjónustu með sínum manni eða sínum kærasta, Arnari. Og hún deildarstjóra leikskóla og nóg að gera hjá henni. Þetta er hörkudulegi krakkar. Já, það er það. Já. Þetta er, Svo ætlar hún að gifta sig í sumar, þannig að það verður örugglega hún um hæ. Ég sé þú ert heppin. Já. Nei, þetta er falleg hjörð. Já, þetta er bara flott. Heyrðu, en sko, eitt hefur ekki nefnt og það eru gömul hús. Já. Þú átt 2 gömul hús. Já, ég á 1 í Grjótaþorpinu. Já. Ég er búin að búa þar í 43 ár. 43 ár? Bara frá því ég gifti mig. Já. Já, ég ætli við séum ekki elst sem eru þarna, ég veit það ekki. Og svo á ég annað gamalt hús í Flatey á Breiðafirði. Sem þú notar mikið? Já, við förum oft þangað. Já. Og það er bara friðsælt og yndislegt og ég notaði oft að skrifa þegar ég var að skrifa bækurnar. Ég skrifa 2 bækur og er að skrifa eina núna staðatengda útimenntun með félaga mínum. Ég er að skrifa bók. Útikennslu, staðatengda útimenntun. Já. Það vantar fyrir kennara. Heyrni mín hefur gefið eftir. Sattir ég með hérna tekin í botni. En ég er sérstætt hérna á þetta gamla hús og bara, það er alltaf stórt fyrir okkur að því börnun öll flóin. En ég tíma ekki að selja því að ég bara viljaðum sál okkar í húsið og ég selja þetta kannski þegar við nýræð. Af því að þá nennir maður ekki að hlaupa upp öll stigana. Ég veit það ekki. En húsið var ekki glæslegt að sjá þegar þið keyptu það? Nei, það var alveg niðurnýslu og móði mín var ekki parhrifin. Hún var ekki, nei, hvaða niðurnýta hús voru þið að kaupa og það tók alveg mörg ára að gera það upp. En ég gift manni sem mjög laghendur þannig að hann var duglegur. En við vorum alltaf utan á Stillösum og eitt sinn labbaði félagi okkar framhjá og hann þekkti mig ekki neitt og hann segi við Kalla, það er viðhaldið. Og Kalli fór alveg í flækju, nei, þetta er kona mín. En þá meinti hinn alltaf bara að við vorum í viðhaldinu að gera við. Það er eins og það verið vestan skilmísingur. Já. En það endaði með því, þið kláruðu þetta stóra verk. Já, og húsið er glæsilegt í dag. Þetta er flott hús. Já, og stórt. Í Bröttugötunni, já, gult, stórt bárujárshús. Já, og hvað, þetta er bara, þetta er 2 hæðum eða? Þetta er 3, kjallarinn er alveg mannhæðar hár. Við notum hann ekki neitt, sko, hann er bara, en 2 hæðir. Já, hann er nú pláss fyrir 2 manneskjur. Já. Líklega fá inn og sundur gesti, nætugesti. Sko, þetta er oft kallað járnbrautastöðina því að all börnaböndin eru með lykla og þau bara renna inn og út og þau öll, sko, flest verið í Kvennó, þannig að það er þau bara kom inn í hádeginu, hvað er í hádeginu, hvað er eitthvað að borða hérna? Og stundur spurðu þau mömmu og pappa og okkur og völdu þar sem var betra í matinn. Og þannig að þetta er oft kallað járnbrautastöðina því að þau eru bara inn og út og mér finnst það mjög gott. Og mjög oft gista þau
og stundum komaði þau hefur verið kannski án í bæ og tími ekki leigubíl út í Kópavog sko. Æ, maður ekki stæði þér amma. Já, bara fínt. Það gott. Já. Tröst á milli. Já, þetta eru bara flotti krakkar. Já. Og ég reyna að vera sem mest með þeim, bý til alls konar óvissuferðir með þeim og það sem þau bara mæta og svo erum við að fara einhvað. Og svo fer ég alltaf með þau á Bakalút, jólatónleikana og við eigum alveg heilan bekk þar og við borðum kótilettur í miklu smjöru áður en við förum og það er bara gefið gaman. Og þau eru núna, að því að nú eru koni makar, þau eru alveg, ég hef keypt 17 með það. Já. En í Flatey, það húsið vantarlega eitthvað minna. Já, en ekkert rosalega mikið, þetta er stærsta húsið þarna. Já, það er svart og alveg upprunalegt eins og við erum alltaf þar. Keyptu þetta húsið eitthvað? Já, við keyptum það með 2 öðrum, keyptum okkur inn í réttara sagt. Og svo flutti einn aðilinn til Kína og hinn aðilarnir önnu hjón byggðu sér hús í Flatey. Þannig allt í hennu voru við bara orðin ein með húsið. Og það var ekkert ætlunin í upphafi. Þegar við ætlum bara líka að vera erlendis og hér og þar. En nú eigum við það ein og okkur finnst bara alveg óskaplega vænt þetta hús. Það heitir Vertshús. Vertshús var gamla Hótel Flatey áður. En við viljum ekki vera á hótelinu? Já, ég býð á hótelinu. Viljum ekki hafa það því að þá bara allt fólk að banka upp á. En eitthvað hótel þarna? Já, það er hótel á sumrin. Ég hef aldrei komið í Flatey. Það ekki? Nei, það var að koma. Komdu upp, þú ert hjartanlega velkomin. Komið með baldri sko þegar hann leggur þarna í kantinum og bakka svo út aftur. Já, ok. Já, kannski. Þú ert hjartanlega velkomin. Ég var einmitt að segja það við soninn þinn þegar hann kæmi einhvern tíðan til Íslands að við vorum í einhverju samskiptum út af einhverju. Sá sem býr í Svíþjóð. Kristján? Já. Og kom út í Flatey. Bara hringja á undan ykkur, það er oft gott. Að þegar stundum eru einhverjur aðrir. Ég fer ekki svona með hundi minn. Já, þá bara gerum við það. Ég er hundakall. Já. Veit það. Já. En hvað er framöndan? Allir bara að halda áfram að kenna með hana eða óska eftir þér? Nei, ég er að reyna að fara að hætta. Ég er að skrifa þessa bók, það tekur dálítinn tíma. Og ég er líka að skrifa 1 eða 2 greinar núna sem ég þarf að koma frá mér. Og svo er ég formaður í flísfélagi leiklistar í skólastarfi að ég er náttúrulega í trúboði að reyna að koma þessum leiklistaræfingum áfram og að skólar noti meira leiklist inn í skólastarfinu. Við erum með fullt af krökkun sem eru með dyslexíu, með ADHD og eiga erfitt með að læra bókina. Þau blómstra þegar leiklist er notuð í námsefninu. Þeim finnst það æðislegt. Að þau þurfi ekki að lesa. Ég sagði þér áður að kom hérna inn að þegar ég var í 4. bekk í gagnfaraskóla, þá valdi ég þetta sem valfag og það er alls skemmtilegast að ná sem ég hef verið í. Já. En það er pjúra nám að fara fram. Því þau eru að læra að vinna saman. Þau eru að læra að koma fram. Og þau eru að læra... Og standa nærri hvort öðru kannski sem eru feimni, eins og ég var, Allt innu var ég bara, taka utan stelpu eitthvað, það var bara stórmál. Já. Og svo tökum við náttúrulega bara líka námsefnið og vinnum með það, búin til litla leikþætti í kringum það. Þannig að þetta er bara pjúra nám sem fer fram. En þú þarft að semja, búið til leikrit í kringum námsefnið? Það sem ég geri er að ég tek þessa kennslega fyrir leiklistar. Það eru svona 20 sem maður notar yfir höfuð og raða saman svona 10 mjög ólíkum og bý til heilt kennsluferli frá því, tökum sem dæmi Snorra Sturluson. Ég er kannski að fara að kenna það.
og þá byrja ég frá því að hann fæðist og alveg rek mig eftir söguna hann. Og það eru bara bæði litli leikþættir, það eru kennsluaðferðir sem látbragð og það eru alls konar kennsluaðferðir sem að gera það og að skrifa í hlutverkin sem Snorri og þetta er bara alveg ótrúlega skemmtilega kennsluaðferðir sem þau rekja sig í gegnum og fá bara Snorra Sturluson í æð. Þá opnast þetta alveg bara. Algjörlega. Já. Og ég fyrir nokkrum árum skrifaði bók sem heit Hagnýtt leiklist með Rannveigu Þorkelsdóttur og það er akkurat, þar er bara tilbúin kennsluverkefni, Ástarsögufjöllunum fyrir yngri stigið og Snorri fyrir miðstigið og svo Kjalnesingasaga fyrir unglingastigið og þetta er svo auðvelt að gera svona alls konar og þetta er allt til, ég er búin að skrifa þetta fyrir allt það námsefni sem er í skólunum. Það er bara að hafa samband og segja áttu þetta og þá bara sendi ég það 1, 2 og 3. Já, en það er kannski ekki auðvelt að gera þetta, þú bara kannt þetta. Já, ég lærði þetta úti í Coventry í Englandi og svo hefur farið, ég fór út þegar maður minn var hann tók doktorinn í þörungafræði út í Frakklandi og við vorum þar í tæp 3 ár og þá tók ég leikhúsfræði þannig ég hafði hana með í Sorbonne, ég nefndi ekki að vera heima tók hana þar og hafði hana með líka og þá gæti hún hjálpaði mig líka. Þar lék ég á frönsku. Það var mjög sérstætt sýki. Og kunnurðu frönsku fórst? Nei. Og ég var miklu lengur að læra. Við vorum með Trausta með okkur. Hann lærði frönskuna 2 árum á meðan ég var allan veturinn að læra. Já, ása mín. Herðu, þetta er búið að vera gaman að sitja með þér. Ég er bara yndislegt að vera með þér, Siggi. Já, látsum við vist. Herðu, en ég takka þér yndislega fyrir komuna. Já, og takk fyrir að vera hér. Já. Og njótu dagsins. Takk fyrir það. Og kæru áhorfendur, þessu samtal okkar er lokið. Takk fyrir að hafa verið með okkur. Segðu það á Samstöðinni.